Krú eru komnir á fónin, klukkan orðin 4, það komin föstudagur, ekki bara föstudagur, það komin júni, 2. júni, Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beint á móti mér sitja, meðstjórnendur mínir, annar þeirra heitir Steindi Junior, vertu velkomin mér. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Herru, veistu, ég fróðandi góður og fyllandi fínn í dag. Þó að sé rigning, svo fungur þetta veðri? Já, en það svona einhvers konar sumarbúk í mér, ég með nett vor í pungsa. Vor? Ekki þá komið sumar í pung? Jú, málega að stóra ástæðan fyrir því að ég í góðum gýr af því að ég byrjar að drekka rauðvín. Já, ok, og hvað ertu fullur núna eða? Nei, alls ekki, ég nú bara bíl. En ég hef helviti gaman að ég byrjaði að fá mér rauðvíni fyrir dag. Það bara fyrsta sinn? Nei, ég hef nú prófað að smakka þetta hjá þér og öðrum og ég hef aldrei verið neitt mikið fyrir rauðvín. Mér hef bara fundist það vond og það hef allir verið að bauna yfir mig. Þetta geðbilað, þú ert 30 og færður ekki eitt rauðvínsglas með steik. Það ekkert allir sem drekka rauðvín, eins og getur nú verið gott. Algjörlega, en svo í fyrradag þá bara var ég heima, kona var að fá sér rauðvín, ég smakkaði og ég kláraði á flöskunni. Það fekk mér aðra í gær. Jú, ertu þá bara fullur upp á dag eftir að byrja að drekka rauðvín? Þá ekki þessum að sé sniður. Það fer allt eftir hvernig kvöld þróast. Egill, hvernig er þú? Ég er líka aldrei betri. Aldrei verið betri? Þú hefur nú drukkið rauðvín, þú varst að tala um það, rauðvín og steik. Já, steik og rautt líklega besta sem þú getur fengið í þessu lífi og Magna Steinþór hafa átt þess að því nú á 2017 sko. En álega ég veltaði fyrir mér sko, þetta eitthvað hlutið að sko, fyrst setur það í skegg, nú ert að fara að drekka rauðvín. Ég veit það, ég fór að hugsa þetta sjálfur. Hvað kemur næst? Nei, veistu, ég fór að hugsa þetta líka. Það verður að byrja að reykja pípu eftir smá tíma. Nei, veistu það, þetta gæti verið að það hefði fyllt skegginu, að bragðlaukarnir hafi eitthvað með svona... Nei, hálfvitiðin, það hefur engin áhrif á bragðlaukana en þú sett með skegg. Ég veit ekki hvað gerðist. Nei, en reyndar verð ég að taka eitt fram, Steindi, það alveg sama hvernig hann hittir, hann auglýsir það bara fyrir framan allan sem byrjar að drekka rauðvín. Ég byrjar að drekka rauðvín, svo bara mætti hann eitthvað Ómar á X-inu, nei, Ómar bara, hvernig ertu? Ég er góður, ég byrjar að drekka rauðvín, hvernig finnst þið það? Hvernig finnst þið það eins og sé ekki öllum drullu saman og fáið rauðvín? Þá átti ég nú líka bara, sko, ég var í raun að segja, viltu einhvern tímann hittast og fáðu rauðvín? Þú ert búin að segja þetta á alla sem þú hittist, Steindi. Þið finnst alveg ótrúlega merkilegt að drekka rauðvín. Hann leyfir fólki að fylgjast með hvað er í gangi í lífinu hans. Hann sagði öllum að vara að samna skeggi. Hann er með mestu tilkynningaskyldu sem ég kynst á ævinum og ég er með mikla tilkynningaskyldu. Ég ætla bara að tilenga þessu þætti öllum að núti sem er að safna skeggi og fá sér rautt á og til. Reyndar þarf það líka að taka fram að þetta er sko, þegar þú talar um að þú og konan sátu að vera að fá okkur rauðvín, svo heyrði ég nú í þér í gær, þú lýstir fyrir mér hvað þið verið að gera. Þú varst með klaka í rauðvíniðinu og hún var að blanda sommespi út í það. Það var svona eins og þetta væri eitthvað svona hjólísa pakk að drekka rauðvín. Já, við höfum nú aldrei farið leynt með það, við erum pakk og þetta er svona drekkuvitri. Þú ert ekki að setja klak út í rauðvíni samt. Rauðvín er langt bestra, svona volt og gott. Já, ég skal drekka ylvolt rauðvín. Hann er ekki sami rauðvín sérfræðingur og þú, Egill. Hvað er því sem að slátra mörgur rauðfiskum með hann? Guð minn almáttugur. Mælurðu með klaka eða sommespi úti? Nei, það er minna. En við erum með rosalega þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er náttúrulega, FM 95 bló snappið er undirlagt að kapphlaupinu The Big Race. Big Race. Sem var haldið í dag klukkan 1:30 á Laugardalsvelli. Við fáum Sveppa og Rikka í spjall hér og eftir. Og ég ætla að nýta það því að þeir eru að koma enga í spjall. Ég ætla að henda þeim í mynduru fyrir kass. Snudd. Við erum með föstudagslægið á sínum stað, Rottalir 100 voru að gefa út nýtt lag og þeir ætla að kíkja engað, Espur og Bent. Og þeir eru alltaf hrikalega feskir og nettir og það verður mjög gaman hlakka til að fá þá. Já, þeir eru, sko... Það ræða við á nýja slagaran. Og það er líka þannig þegar þessi tveir koma, Bent og Espur, ég held að þeir tveir og Ingo Veðuguð séu 3 svona hreinskilnustu viðmælendur sem að fær í útvarpsþátt. Það er engin stoppari, við getum veitt allt. Þeir segja bara allt. Það þarf eiginlega að beða fólk að stilla yfir og létt, sko. Nei, það gerum við aldrei. Ekki það, létti frábær stöð, en við byggjum aldrei fólkum að stilla af okkur. Það er ekki að það sé bara kent í 101 í útvarpi. Þeir sem eru viðkvæmir, þeir vita af því. Svo er spurningakeppni Gilsarans. Hún er á sínum stað. Hvað erum við að vinna með í dag? King of... Getur ekki orðið verið en síðast? King of Biffin, það var að versta sín hitt. Já, það var viðbjóð sem við endurtökum aldrei. King of the Countryside. King of the Countryside? Hver er sveitalúðin? Já, svona, já. Sko, við Öddi erum báðir svona nettir útkverfa pleppar. Það er Mosesbær og Sauðárkrókur. Þannig að þetta getur Við erum bara hver að finna sér betur út í náttúrunni. Já, það er ekki í skilju. Viljið þið bara vera
þú veist, alltaf bara í Reykjavík og aldrei vilja fara eitthvað í sveitina. Já, við viljum vera sem minnst í Reykjavík. Við erum miklir útilegumenn, við viljum helst vera bara í náttúrunni. Þetta verður hörð keppni, ég veit nú ekki með miklir útilegumenn, en já, ég get nú að það kemur ljós þessari keppni, ég get nú að því. En við höfum gaman að fara út á land. Já. Förum mikið að skemmt út á landi og það alltaf gaman. Svo erum við með, já, ég er búin að segja, föstudagsslagið, það eru augljósar staðreyndir hjá þér. Já, augljósar staðreyndir verða á sínum stað og það eru hrikalega augljósar í dag og ég býð spenntur. Kemur Richard með inn? Já, ég vona það. Ef hann þetta frammi þá mun ég örugglega kalla hann. Hann reyndar að fara í spjall, hann náttúrulega í spjall hérna eftir. Já. En það algjör óþarfi. Hann 10 cm á hæð eftir að hafa verið pakkað saman í þessu hlaupi. Það hlaup, talandi hlaupið mikla, The Big Race, það fyrir að dettin á Vísir, við látum vita leið og kemur inn. Er þetta ekki þá getur við séð að umtalasta Gummi hlaup? Ben var að lýsa þessu og þetta alveg frábært. Er þetta ekki umtalasta hlaup allra tíma á Íslandi? Það hlýtur að vera. Nei, ég veit ekki hvort sé 100%. Er það máli? Ég nefndi eitthvað annað svona frækt hlaup. Það náttúrulega hafa verið Twitter logaði og líka öll þjóðin hólkaði sér á bakvið það. Annarkot fílaður Richard eða Mushroom. Já. Ég heyrði að fólki út í bæði var að fara að veðja þetta. Já, það voru komið veðmál í gang. Já, búið stuðla þetta allt og... En við vorum með myndavélar á staðnum. Gummi Ben var að lýsa. Það er að fara að koma hrikalega flott vídeo af þessu öllu saman á Vísi hérna smástönd og við skulum tilkynna hérna Ég er að refresha Vísi, það peppaði að vera að horfa á þetta. Það er ekki komið inn, já, en fólk getur líka eins og við sögum kíktin á FM 95 blå snappið. Það sé svolítið bak við tjöldin. Akkurat, það styttist í slúður. En fyrst ætlum að fá eitt lag sem að, já, það er nú ekki að sé nýtt að nálinni, en ég er allavega ekki enn komið leið á þetta. Þetta er Alan Walker og 5-7. Við strákarnir erum í því líkum gír, eiginlega stór hættulegum. Ég byrjaði að drekka raukt. Hættu, þú vart ekki að segja ykkur einast einhvern kapplaup allra tíma var áðan og keppendur á leiðin í stúdíó. En akkur ekki með hérna flösku hérna borðið núna og með klöðs fyrir okkur félag. Það er nefnilega máli. Ég ætti náttúrulega að vera hérna með hátt glas á rauðu. Þú veist það sko, annar hver fullorðinn maður drekkur rauðin, hann er engin tilkynning sko. Nei, ég segi það. Það var satt að byrja og þetta er stórt skref. Það er alltaf gaman. Akkur er alltaf monta því að drekja. Herðu, það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og... Gossip. Gossip, það er rétt hjá þér. Það slúður á ensku sko. Já, akkurat. Við búum á Íslandi. Ég er ekki beðið eftir þessu slúðri því ég er nokkuð veist hvað að kemur eitt annað sem ég býð spenntur eftir. Býður spenntur, hvað grunar hvað slúður ég er með? Já. Komdu bara með þetta. Já, ég ætla að byrja á Rihannu, en hún er brjálið út í bladamann, íþróttablaðamann sem að skrifa fyrir Barstool Sports, en já, hann kallaði Rihannu feita á Twitter og ekki bara einasta heldur tveimur og hún er ekki sátt og aðdándur hennar eru brjálaðir og já, létu sko rigna hatursorðin yfir Twitter-aðgangin og hann var nánast búin að loka honum þessi vitleysingur. Hún er líka ekki feit sko. Nei, hún er bara, mér finnst hún einn flottasta bara í bransan. Er verið að fettsema hérna? Það er bara fettsema í hönnu. Fyrst var Hjörvar Hafliðason fettsemaður þegar hann hljóp nakinu stúku. Hérna, gerði mér einn greiða aldrei aftur setja Rihannu og Hjörvar Hafliðason í og núna Rihanna. Það er smá munur þarna. Og hver næst? Þegar Hjörbi var fattsemaður, þá var hann að tad overweight. Þetta er Rihanna sko. Hún er bara alltaf flott. Já, hann er sem sagt, ég held að hann döði sér aftur þessu og hvað er Hjörbi? Nei, Gauði sem hann kalla hann á netinu. Þetta finnst mér bara að vera sjokk. Fyrst Hjörbi, svo Rihanna. Já, þetta er hver næst? Hver næst? Var ekki verið að fettsema einhvern annan enn dagina? Það var verið að fettsema, jú, Dóra DNA? Já, hann var verið að fettsema hann á netinu. Já, en það sá gæði hann nú alveg, hann var stinnrótaður á vefnum eftir það. Hann fekk allan herinn á sig. Já, það er líka, þú átti ekki að vera fattsema fólk. Þú fettsemar engan á minni vakt. Hérna, ok, maður lærir af því að gera það ekki. Trúðu mér, Johnny Depp, hann er brjálæður út í fyrrverandi framkvæmdastjóran sinn, eða sem sagt managerinn og já, því að Johnny Depp ekki aldrei sko. Já, hann er sko, hann er að taka sér myndi núna því að hann er hálf gjaldþrota. Hann er alltaf að kaupa sér eitthvað rast sem hann þarf ekki að nota. Já, hann keypti allt of mikið af dóti og svo var, fyrrum umbinn hans, hann tók $40 million lán á hans nafni á þess að missi. Og var bara að stela á hann pening. Má þetta? Hvernig getur þetta gerst? Þú lítur að þurfa að skrifa undir einhverja pappira sjálfur. Já, ég þekki þetta ekki, en allavega þá er hann brjálaði núna og er að fara í eitthvað mál við hann. Og þannig að hann þarf á hverju krónu að halda núna kallinn, hvað? Já. Þannig að ég get farið í banka og tekið lán á þínu nafni.
Nei, þú ert ekki umbóðsmaður minn og ert ekki að meðhöndla hellingadóti. Hann með mynd núna í bíó, þú veist, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales. Og það nokkrir þarna úti sem vilja meina hann að tekið þá mynd að sér eingöngu þar sem að ávísunin var há. Ég myndi að segja 90% leikur með Hollywood taka sér myndir eingöngu fyrir kassið. Það allir í the shit. Sko, ef við gefum okkur það samt, þetta Johnny Depp, hann nú ekki, það gamall, hann ekki bara í kringu 63 ára gerð. Hann, sama hversu brókan og hvað hann skuldar hér og þar, hann getur alltaf náð sér að strik ef hann bara tekur sér til. Já, kannski losa sig við allt rusli sem hann er að kaupa. Hann er þannig stöðu, hann getur bara leikið í 4 bíómyndum ári þessum. Ertu með, nú var ég að bíða eftir Móla, ertu með Móla Bieber og? Bieber og Bieber og Patrik? Já, þetta er ekki Bieber og Patrik. Við nennum ekki að, þú ert búin að biðja okkur að tala um Patrik. Ég er reyndar neður slúður Justin Bieber, hann var að brjóta tönn. Og hann vant að læra besta vinni sínum þegar hann gerist. Nei, hann var að boxa. Justin Bieber og Patrick Schwarzenegger er ekki bestu vinni. Þeir hafa aldrei verið vinnir af því að Patrick Schwarzenegger er in the shitter líka og hann er að taka Macaulay Culkin á þetta, leikir einnig bíómynd og hann er á dælun. Nei, byrju, hvernig getur þú líkt Patrick Schwarzenegger og Macaulay Culkin saman þar sem að Macaulay Culkin var stjarna, það veit enginn hver Patrick Schwarzenegger er. Þeir eru bestu vinir núna, Patrick Schwarzenegger og það er umtalað. Akkur það er ekki sens. Jó, ég skal bara mynda þeim saman. Hafið séð með þessi mynd, mástu þau snýru bakinn í kamerun á ströndinni, sýndu ykkur hana, það var í rólunum hana. Nei, það var ekki Justin Bieber. En byrju, ég á mynda með Gordon Ramsay, eru við bestu vinir þá? Þeir eru alltaf saman. Nei, hann hefur bara fengið selfie með honum. Það skal bara mér fyndið, hljófst eftir honum á selfie. Hann er með austur ekkert í mann. Vil að segja núna, settu þetta í pípun og reyktu þetta, ætla að taka þið blöð og skoða þessa mynd. Hvað sagður þú? Settu þetta í pípuna hérna og reykt þetta. Frábært. Ertu búin að finna myndaði með? Finna mynda, bara einu sem er á netuna myndið þeim tveim og þið ignorið þetta þessu bestu vinum, mest aðstæld. Þið bara þið viti ég er harður Patrick Schwarzenegger maður. Ok, segðu þið með það núna. Ef bara þú verður að sjá um slúðurpakkan, hvað er slúðrið í þessu? Að þú eigi mynda þeim saman? Hvað átti ég að segja bara? Já, og svo náttúrulega slúðrið hérna heldur áfram. Patrick Schwarzenegger og Justin Bieber voru saman að hanga. Gaman að því, já. Og hvað? Það þarf að vera eitthvað þegar það var gert eitthvað. Þeir eru alltaf í ykkur rugli, sko. Já. Þeir eru ekkert að snáðast neitt, þetta er bara einhver ein mynd. Tjekka það bara. Þetta farið bara á Twitter-akkántiðin. En svo var ég að lesa hérna leiðindafréttir líka. Þú ert ekki með íslensk slúður í dag að það, Steindi? Nei, því miður ekki í dag. Ég var að lesa hérna ísdrottningin Ásdís Rána, hún var að mjaðmagrinda brotna greið eftir að fallið aftur á bak niður stiga og er handleggsbrotinn og það er alveg skellur. Já. Þannig að við óskum henni bara, skjótt spata. Helsi frekar þetta mjaðmagrinda brotna. Hún var að labba með þvottinn upp stiga og datt aftur á bak. Bata kveðjur á Ásdísi. Já, en þetta var slúðupakki dagsins. Kannski, ég viðurkenni hann hefur verið sterkari. En hér eftir smástund fáum við Rikka og Sveppa í spjallum með kaplaupið og ég ætla að taka þá í myndir fyrir cash. En fyrst auglýsingar. Ferðu það ekki í taugarnar á þér þegar fólk segir þér hvað þú átt að gera? Ég er hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta er þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa tilbaka alla hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna, að smakka og uppgötva. Dældu vinnu, skoðaðu hinn, stökktu í öndunum, kafa eftir földum fjársjóði eða lærðu hinum með netinu. Það er eitthvað að móti sem mun skilgreina þig. Byrja strax að skoða í kringu þig. Kilroy.is. Komdu á World Burger Tour á Hard Rock Café og prófaðu Memphis, Tennessee barbecue borgaran. Alvöru hamborgari kryddaður með ekta Memphis dry rub. Deig gúrka, Memphis rásalat, pulled pork, kraftmikil barbecue sósa, stökkur laukur og cheddarost. Sjáumst á Hard Rock Café. Færibandavogi, rannsóknarvogi, iðnaðavogi, smávogir, verðútsetningavogi, fyrstumælingavogi, krókavogi, brettavogi, vogarhausar, baðvogi, barnavogi, gólvogi, límmiðavogi, talningavogi. Þú finnur vogina hjá okkur. Plastmiðar og tæki, pmt.is. Happy Hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Það er allt í lagi að hugsa stundum Dirty. Dirty Burger and Ribs. Hvar verður þú 3. júní? Samlokubarinn, Lindum, Kópavogi.
Mikið úrval af bensín- og rafmagnsláttuvélum. Bíkó. Gerum þetta saman. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Hlaupararnir miklu Þetta ekki stærsti hlauparar í heimi en þeir eru hugrakkir, þetta þeir Sveppi og Rikki og þeir bættir inn í stúdíu og eru velkonni drengir Komið sæl og blessuð Annar mjög hress og hinn svona nett niður lútur Það í rauninni bara ótrúlegt að það hef ekki fengið hjartaðal Það bara 100 metrar sko Já, þetta var, ok, ég ætla að byrja á og þér ekki 100 metrar var þetta lengra en þú helst Já, þetta var töluvert lengra en ég held Ég mæla alltaf 100 metrar í golflengd, þú veist, maður að spila golf Þá eru 100 metrar í golf ekki raskat, þú veist, maður tekur bara svona smá chip og þá maður bara komin upp á pinna En svo þegar maður er komin á hlaupabraut og horfir 100 metra fram fyrir sig, bara fuck, þetta svona langt Hvað var ég að hlusta? Hvað, ég skildi ekki orða þessu Hann spila golf náttúrulega strákurinn, sko Það er 100 metrar, rýfur alveg vel í, sko Í sprett Þið voru kósveittir þetta Þetta tók vel á Já, þetta er við Sveppi, þú varst á 15 sekundum og stánaði með tímaðinn Já, 14.44 14.44, það er tími sem kemur mér verulega óvart sko. Að vera undir 15 er bara meira heldur en bjóðst við sko. Menn er að tala sett eini hvíti maðurinn í heiminum sem hefur verið undir 15 sekund sem rosalegt Ég var líka velt þessu fyrir mér Ef að Sveppi komin í fertugt Ok, hann er ekki komin í fertugt Nei, hann er ekki orðin fertugt Ég segi bara svona Þetta er skriðið fertugt Hleypur 100 metrar 14.44 og hann er verulega overweight Hvernig var hann tvítugur? Verulega overweight Hvernig var hann tvítugur? Hann er ennþá að æfa handbolta Ég vissi það ekki bara fyrir núna Hann er ennþá að æfa handbolta Já, þetta, ég held að það sem að hafi bjargað mér í þessu hlaupi er það að ég er í hægra horninu í handbolta og búin að vera í hægra horninu síðan að ég var 13 ára og það snýst bara að spretta hlaupa fram og tilbaka Já, bara spretta full og svo náttúrulega malbekkin En það má ekki gleyma því Það má ekki gleyma samt að ástæðan fyrir þessu hlaupi The Big Race var að þið nakk rifust hérna frammi fyrir nokkrum mánuðum síðan og það var ekkit grín, Rikki þá varst þú reiður við Sveppa og sagði þér að þú myndir aldrei tapa fyrir þessari bollu í hlaupi Aldrei, ekki séns Ertu ekki vonsvikinn að vera búin að æfa á hverjum einasta degi í mörg ár og svo er þið pakka saman Ég hef náttúrulega aldrei æft hlaup á hverjum degi nokkur ár, ekki vera heimskur stendur Hann er bodybuilder og hann skvassar Ertu svektur, Rikki? Nei, ég get ekki verið svektur af því þetta var þá góðu tími ef ég hef tapað hann eða verið á 16 sekundum og tapað þá hefur ég verið brjálaður en ég var búin að reikna með honum á 16-17 sekundum ég reikna ekki með honum á 14.44 ég er á 15.02 sko Ertu á, já, ok Þannig að þú ert ekki tapsar og ekki svektur Nei, sko Þetta var bara svo hrikalega vel gert hjá hann Hann kom með svo hrikalega orð Þetta byrjaði jafnt Ég veit ekki að skóbúðunarinn hjá mér var ömulur Ég rann alltaf bara strax Þannig ég þurfti að nota blokkina Þetta með við vídeoð, sko Maður er búin að horfa á þetta aftur og aftur og aftur Það var ekki 1 sekund á milli ykkar Það lítur að meira 1 sekund er mjög mikið Það er mjög mikið 100 metra hlaupi Eitt sem þarf að koma hana fram sem þjóðin þarf að vita Þú rennur í fyrsta skipti og Sveppi hefði getað joggað í markunni heiðarlega stýrfutamaður sem Íslendingar eigum Mössum, hann stoppaði og byrjaði bara nýtt Ég skal samt segja hér og nú og sverja við líf allra fjölskyldu meðlum að ég hef aldrei viljað vinna þannig Ég hef stoppað líka Þú sverðaði alla fjölskyldu Hefur ekki bara tækifæri Ég hef aldrei Ég horfi í augun á okkur Ég hefði aldrei farið í mark og hann hefði runnið Hjörvar Hafliðason hefði hlaupið beint í mark 100% Það er ekki gaman að vinna Það er ekki gaman að vinna, þú getur ekki fagnað En hafið orðið á Ólympíuleikana Ef einhver dettur þannig ekki að stoppa Nei, við vorum þetta er heiðarleikunum Og það er gaman að segja frá því að þið getið séð þetta inn á FM 95 Blå snappinu og svo er þetta núna komið inn á Vísir allt hlaupið, Gummi Ben var að lýsa þannig að farið inn á Vísi og horfið á þetta hlaup það eru viðtöl og fleira þarna Umtalaðasta kapphlaup allra tíma á Íslandi Er eitthvað sprettlaup sem við verðum talað meira um? Það held ég ekki Eitt sem ég verða að spyrja hérna, ég ætla reyndar ekki að sleppa ykkur, ég ætla að nýta þessu hérna og þið farið myndur fyrir cash hérna eftir smá stund Ég ætla samt að segja eitt bara að þau erum inn í beinni Sveppi, I wanna rematch
September, oktober. Rímað, þetta var ekki eins og tæft. Þetta byrðum rímað. Ég geti unnið þér ekki. Þú ert ekki byrðum rímað. Þú ert Steindi. Ég geti pakkað þér saman. Steindi. Ég geti pakkað þér saman. Ok, Steindi sem skemmtum Herðu, Sveppi, ég þarf ekki að ríma til þig. Herðu, Steindi, I take that bet. En bitaðist þér ekki verða á kokki aftur. Herðu, kokki, hann hljóp. Hann var að hlæja sig. Hann öskur hlóð í sann. Ég myndi pakka þið saman ekki, ég veit það bara. Rikki, hvað ætlar að gera ef þú tapar við Sveppa, hlærði í stúdíónu, keppir við Steind og tapar honum líka? Hvað ger ég þá? Já. Þá bara segja að mér. Ok. One way ticket to the moon. Vittu maður kom einskotið það? Það eru marga brautir. Það getur alveg verið Rikki, Mushroom og Stone. Nei, þetta er maður og maður. Ok, ef við tökum þetta hlaup bara í ágúst, þannig að þú fara smá tíma til að æfa, og Steindi líka. Ef þú tapar, það er bara mánuður í ágúst. Ef þú tapar hlaupinu 2 mánuðir, þá hleypur 100 metrana nakin og við tökum upp eftir 9 fyrir blöðsnæpinu. Aldrei. Nú þú varst að kokja á hann. Ég skal gera eitthvað annað en það. Ég er ekki að fara að gera það niður um mig. Gerum þetta svolítið interesting, strákar. Gerum þetta interesting. Rikki, ég skal skora á þig í 400 metra hlaupi í ágúst og ég geti pakkað þið saman. 400 metra? Akkur 400 metra? Ég hef aldrei hlaupið á ævi minni. Nei, tökum bara 100 metra. 100 metra en tóku nógu mikinn tíma á hann, sko. Við höfum þetta bara 100. Þetta er klárt. Herru, ágúst. Já, eitt í lokin hérna áður við, já, svo fyrir við eftir í myndur fyrir cash. Hann er að winner. Hann getur fengið sér pönnukökk og síkó núna. Hann er að fara að detti það með börnum, sko. Hvenær vissur í hlaupinu á að vera að fara að tapa? Þau vorum hálfnaðir. Þá að því að, sko, við erum alltaf ekki með mynd á skónum mín. Vinstri skórin hjá mér, fremst á honum. Ertu fann að kenna skófatnaðinu Bíddu, leið mér að klára. Rikki, þú ert betra þetta. Þú ert með plástur á bakkinu sem pantaði með Asíu. Þú ert betra þetta, Rikki. Egil, þú sér myndu skóna. Já, svona í slögum skó. Já, var í mjög slögum skó. Ég rann alltaf fyrst. Síðan vantar í þá og ég steig 1 skref með vinstri fætunum og svona aðeins fipaðist og ég náði bara ekki pröfnum. Þá vissi ég þegar það var 50 metrar eftir að ég myndi ekki að breyk. Já, herðu, þetta byrjaði jafn. Þetta var skónum 95 blöð hér á FM 957. Við þakkum ykkur kella fyrir það. Við erum ennþá með drengina hér sem voru að keppa í The Big Race. Já, hvað nýta á fyrst að voru á svæðinu og ég ætla að henda ykkur drengir í myndur fyrir cash. Já. Þeir eru oft hérna Egill og Steindi í þessu og þetta eru spurningar. Já, allavega ein hérna hefur verið spurð á þá. Þannig að ég ætla að spyrja ykkur núna. Eru þið ready? Já. Alltaf ready. Alltaf ready. Fyrsta spurning og I was born ready. Já, gott að heyra. Hefði hvað sem er. Já, flott. Hérna, ef þið fengið 50 milljónir fyrir hvert sentimeter sem þið tekin af ykkur, hvað myndu þið taka af ykkur marga sentimetra? Þess að 50 milljónir fyrir hvert sentimeter? Já. Og ég ætla að byrja að spyrja að Sveppi, þú ert hvað hár? Ég er 1,70. Þú ert 1,70. Rikki, þú ert? 1,78. 1,78. Hvað myndu þú, Rikki, taka þig marga sentimetra og fara 50 milljónir fyrir hvern? Ég hugsi ég myndi ekki drepa mig ef ég var jafn hára á Sveppi, þannig ég myndi taka mér 8 cm. Það sleppur alveg. Þú ætlar ekkert undir 1,70? Nei, 1,70 er fínt. 8 cm og legði inn á mig 400 kúlur. Það er ágætis peningur sem þú fær þar og... Já, ég fær meiri peninga því að ég er alltaf til að vera 1,50. Það er dvergamark og þar vil ég vera. Ætlar það að taka þig 20 cm? Já. Alveg, sko, ég er jafnvel að hugsa að vera að læri. Hvernig heldur það að vera í flugvél, maður? Þetta er geðið, þú bara dingla lappirnar, maður. Þú ætlar í... Moldríkur, vesla bara í barnadeldinni, hagkaup og allt á útsölu. Þannig að þú tekur það 20 cm og 50 milljónar hvern? Já. Þannig að þú verður 1,50 og Rikki 1,70. Rikki, myndir ekki fara að læra en 1,70? Nei, ég er ekkert að tala um það. Ég sæði bara fyrir mér 1,70 og 400 milljónir. Ég þarf ekkert meira en það. Sveppi bæði, hann er mun ríkar en þú og snegli þá. 1,50, ég veit það ekki alveg. Já, hann hikkaði ekki það. Ég myndi vinnaði með úlingasett í gólfi, sko. Ok, Sveppi, nú skaltu fara að slaka á. Það var það næsta. Ég er svo kokki. Já, þú fíla það. Mér langar að vera kokki meira. Like a winner. Hvernig ætlar að fagna titlinum í kvöld? Það verður bara reyfin tappin úr henni rauður í svo. Ég er enda skil Mushroom vel. Ég var búin að plana eitthvað kampavín og vera á Snapchat í kvöld með vindil og eitthvað það með það. Ok, það er svolítið dætt í þér. Þannig ég skil Sveppan. Þannig að þú verður bara einn af brókinu með bræðar ef grænjandi. Mér hefur sennilega ekki hleypt inn. Já, konan alltaf sendi mér eitthvað skilabóð. Ég get ekki tapað fyrir Kalla á þakinu, sko. Hann flög í mark. Já, flög í mark. Hún hleypur mér á undan inn allavega. Ég er að tala inn heima hjá þér.
ok, akkurat Kallinn og kokki Ok, nú spyr ég því að ég ætla að bjóða ykkur núna 10 milljónir fyrir, hvert kíló. Ég ætla að byrja að spyrja því, Sveppi, hvert þungur? Sko, ég viktaði mig í morgun. Já, fyrir reisið. Ég aðeins búinn að passa mataræðið. Ég 80 og 6,7 kíló cirka, sem bara fínt. 86 kíló. Rikki, hvað þú þungur? Ég fór einmitt á viktin í morgun eftir skvassið okkur og ég 90,8. 90,8. Þannig að ég ætla að byrja á þér, Rikki, aftur, hvað myndið þú bætaði mörgum kílóan fyrir 10 milljónir á hvert? 10 milljónir, maður. En ég á ekki peningin fyrir að hvað ég lítill síðan áðan. Nei, þetta er í gjaldþrota. Já, við byrjum bara með auðspil. Já, þú ert bara 1,70 og á peningi svo 8 í dag. Já, ok. Sko, ég kíló, þú veist, ef ég myndi bæta með 10 kílóum þá er ég 100 kíló. Ég hvort er orðin ógeðslegur 100 kíló, þannig ég myndi bara bæta með einhverjum 40 kílóum, það skiptir einhver máli. 40 kíló? Já. Og verða 130? Já, á ég samt 400 milljónir, sko. Þú ert að elda svolítið við 400 milljónir? Já, 100 milljónir er ekki raskat, þú ert búið með það bara eins og sko, þá er ég 100 kíló, sko. Eru 100 milljónir ekki raskat? Hvað? Hefur einhvern tímann átt 100 milljónir? Já, ég meina, þriggjaherbyggja íbúð í Kórakverinu kostar 100 milljónir, sko. Hver er fastegnarsaliðin? Ekki gefið Sveppi, kom til þú? Ég, sko, að því að ég hef mikinn áhuga á manneskjunni hvernig hún er, og sérstaklega ef hún er ekki venjuleg eins og til dæmis dvergar þá hef ég til dæmis lagt mér líma við það þegar ég var að bjóða í Ameríku að fara til dæmis í Kmart og svona og fylgjast með offitusjúklingum. Já, ok. Og þetta er kannski akkurat mómentið fyrir mig til þess að verða offitusjúklingur. Hvað ertu að fara að henda þeim? Nei, þá er ég að tala um að ég var alveg til að prófa að vera bara svona 180 kíló. Þannig að ég þyrfti alltaf Þá getur hann 1,50 fyrir Nei, ég er 1,70. Hann er 1,70 þá. Alltaf að henda þau 100 kíló? Já. Veistu hvað er lengi að taka það að þér? Já, það skiptir einhver. Hann vil ekki vilja það, hann ætla vill bara vera þá. En ef ég væri bara svo lengi sem ég sé ég hress og í dag, þá skiptir einhver máli þótt ég sé þungur. Moldríkur fytulungur. Og líka þá myndi ég kaupa mér svona fytubólubíl eins og gamla fólki á Benidorm er á. Þú getur leikt þetta drasl, þetta kostar skít og kanil. Þú getur pimpað hann upp, þú getur að fá slatta pening. Og þá verð ég bara orðin feitaból og það eru alls konar hlunnindi sem fylgja því. Það var það síðasta. Það er gaman. Ég hef spurt strákana þessu. Síðasta spurningin í dag í Myndirðu fyrir cash. Mundið þið tala ensku þar sem eftir er ævikar fyrir 200 milljónir? Mættið þið ekki tala íslensku eftir? Það er vont fyrir mig sko upp á starfið sko. Well, this is FM 95 Blue. I'm the DJ Donut here. DJ Donut. And here is Gerard. Er það ekki líka bara verið börnin og svona? Já, mér er skýt saman þau en það er fyrir starfið sko. Já, það er náttúrulega gengur fyrir FM 95 Blue starfið og vinna á FM fram fyrir börnin. Lýsa fótboltaleikjum og svona. Nei, 200 milljónir á lítið því ég held ég það mikið eftir að lífinu, vonandi. Já, Sveppi. Já, ég verði eiginlega að vera sammálónu sko því að ég er svo lélegur í ensku. Já, þú verður kannski betri. Ég er ógeðslega góður og krakkarnir myndu tala ensku en þetta myndi, já, jú, þú segir nokkuð, kannski væri þetta bara the shit. Já. Kannski er þetta bara leiðin fyrir mig til þess að fara út í heim. Já, það er bara frægur feitur trúður ekstra í elli. Talaðu ensku það sem eftir að viðtalinu núna. Já, maybe I do, maybe I will. Maybe I do, maybe I will. Það veistum, láta þetta vera lokaorðin í Myndirðu fyrir cash. Maybe I do, maybe I will. Sveppi, aftur til hamingju með laupið. Rikki, vonandi vinnur þú steinda. Já, vonandi. Viltu eiga möguleika á því að eignast frían dróna í sumar? Verslaðu dróna hjá dronefly.is í sumar og eigðu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní á FM 957. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Boltinn rúllar í Inkasso-deildinni. Fótbolti í fyrstu deild og fyrstu deildar skemmtun, spenna og hasar í allt sumar. Komdu á völlinn og sýndu stuðning. Inkasso. Hættan á að þú pantir 333 pizzur þegar þeir eiga bara að vera 3. Margfaldast á meðan þú keyrir. Ekki láta aksturinn eyðileggja fjárhaginn. Samgöngustofa. Landsbankinn og Pepsi Max kynna
Sara Larsson á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 13. október. Miðasala hefst 9. júní klukkan 10 á tix.is/Sara. Ekki missa pop-tónleikum ársins. Sara Larsson í höllinni. Sena Live. Hvar verður þú 3. júní? Samlokubarinn, Lindum, Kópavogi. Dronefly.is ætla að gefa einum heppnum einstakling sumargjöf 2017. Ef þú verslar dróna hjá Dronefly.is áttu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Já, þú heyrðir rétt, endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Stærsti leikur ársins á American Bar. Juventus Real Madrid á laugardaginn klukkan 18:45. Vængir og bjór á 1700 krónur. American Bar, staðurinn þinn. Ertu með sól í hjarta? Fáðu þér þá fullheit bacon gordita crunch. Taco Bell. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Ég verði viðurkenna, þegar ég byrjaði með FM 95 blöð 2011 þá kallaði ég að Mælukjóa og var ekki hans stærsti aðdáðandi. En hann, nei, segi það ekki. Hann var alltaf að tala eitthvað I would catch a grenade for you og var alltaf eitthvað vælandi. En hann alveg með það. Mér finnst það að vera bara Mælukjói. Nei, hann ekki að gera. Bruno Mars með That's What I Like. Þetta var ekki. Og við minnum á að kapplaupið í heilsinni komið inn á vísir.is. Þar getið séð Rikka og Soppa. Ég held ég muni horfa á þetta örugglega svona 15 sinnum. Þetta ekkert eðlilega fyndið shit, sko. Og það Rikki var svo kokki fyrir þetta hlaup að það gerir þetta svo ekstra skemmtilegt. Stundum kjafturinn á Rikka að skrifa ávísanir sem að líkamennans getur ekki leist út. kassað út. Það er bara í 99%. Já, það endar ekki bara hann, það líka svolítið þústind. Ég? Já, þú fórst í backpressu veðmáli hérna og þú ert alltaf að segja þú getur hitt og þetta svo getur ekkert að þessu. Ég get lofað því, Auðun Blöndal. Það verður ákveðverð að sjá þér hlaupa á mótunum því að þau báðir alltaf rífandi kjaft og getur ekki bakað. Ég ætla að fara að segja, ég get lofað því. Ég sverða ég myndi pakka honum saman. Ok, ef þú vinnur Rikka ekki í 100 metra hlaupi ekki koma með eitthvað svona agenda. Nei, ákveður má ég þá ekki. Má ég þá velja þau refsingu? Fyrst þú ert svona kokki, má ég velja refsingu? Það er refsung. Já, það er oft svona í veðmálum, þá er refsing. Við getum skoðað það, já. Skoðað það, ok. Málið Ríkard búinn að biðja Sveppa formlega a rematch í loka ársins. Ég skal bara hlaupa kant. Og málið það 6 brautir hann á vellinum. Akkur ekki að hafa þá 3 hana bara? Já, ég skal hlaupa kantinum og ef ég og Sveppi erum að fara að vinna hann í þeirra rematch þá þetta bara algjörlega búið fyrir. En ég held að Ríka sér frá að æfa sig núna. Nú fer hann að skafa sig, æfa sig. Hann kemur í nýjum skóm og eitthvað. Hann náði alltaf að klára hlaupið. Hann fyrir gattaskó næst og svona. Hann ætti að bæta sem allan að sekúti, trú ekki En það komin tími á spurningakeppni Gilsson. Býtu, hvað var ofta þema þetta? King of the Countryside. Bara svona, ég oft hugsa, hver meira svona, hver fílar útivist meira? Þetta alveg keppni sem vil vinna þig. Já, ég var alveg til að vinna þessa og ég sigurstranglegur, ég held ég. Ok. Það gaman að sjá. Og hérna, það alltaf ekki trailer hann og guð, sem ég laði vinnu í og hann týndur. Hann týndur, já. Við týndum honum ást. Fórstu í vatnaskóg þegar þú varst yngri? Já, ég farið í vatnaskó. Sko, ég fór ekki í vatna. Ég fór, ég býði það. Nei, það ekki endilega. Blöð fílar út yfir, hann fór í vatnaskó. Já, ég fór í vatnaskó, sem sagt, bara skólinn minn fór í vatnaskó og gisti þar. Það ekki sama að fara heilt sömarið. Þú getur ekki líkt í saman. Þú fóst ekki þarna og varst með flokkstjóra þarna í einhverja daga og kefti öllu greinunum og... Nei, ég gerði það ekki. Maður komin yfir. Hefur þið gengið Hvarfallasnjúk? Hef ég gengið, nei, það hefur ekki gæst. Nei, ég hef tekið Helgafellið í Mosó. Til hamingju, hvað er það, einhver hóll? Já, hóll og ég hef labbað grænuklöfun og segðu okkur ekki. Þú ekki henda með 2 punktum með það? Já, en ég hef ekki tekið hnjúkina þá. Hefur þið farið í sleik í dalnum á eyjunni Fögru? Veitu, hvað kemur það út yfir...
Hvað kemur það? Þú sagði King of the Countryside. Já, King of the Countryside, einu sem ég hugsa, hvað svona fallegasti dalur landsins, myndi ég segja? Ég myndi segja að vera dalurinn á eiginu fögru, ég veit ekki fallegri dal allavega. Nei, Þetta var basic spurning. Já, ég held að ég og frúin höfum hend okkur í eitt slæla hana, já. Punktur. Fyrirvandi. Punktur og blöð. 2-1 til blöð. Hefur farið í Þórsmörk á gott að landaskral? Ég hef gert það, já, ég líka. En þú líka? Hvenær gerður það? Ég hef nokkru sinni farið í Þórsmörk. Ég er ekki viss um þetta. Eru menn að fá stig hérna bara? Ég er ekki svo svarið að ég hef verið bara gist oft í Þórsmörk. Já. Fjölskyldan mín hérna hvað hann ljúgaði? Áður en allir fóru að skilja í kringum mig, þá fóru við vinnafólki mikið þarna. Já, ég hérna maður hefur hérna farið í Þórsmörk og skitið ákveð mikið á sig. Er það búið í dag? Eru krakkar í dag ekki að fara í Þórsmörki og í Guruglega? Það vona ég alveg innilega ekki. Það var svo gaman, það var svo fallegt. Það var alltaf good shit. Hefur orðið Lucky í Þórsmörk? Þetta er ekki. Nei, ég mást að staða með fjölskyldu og vinum, sko. Já, og ef ég á að vera alveg hreinskilinn sem ég nú yfirleitt í útvarpinu, þá var ég var nú ekki sérstaklega oft Lucky neitt, sko. Þannig að, nei, þetta er nei hjá mér. Þetta er nei hjá mér líka. Ég var meira bara í botsi og grilla pulsur, sko. Ég var ekki að reyna að fá mér að ríða þannig í Þórsmörk. Fáum bara næsta spurningu. En þú voru átt á því, ég heldur að ég er búin með 6 spurningar núna. Það er eitt komið sleikur og eitt eitthvað svona Lucky. Hvað, þú veist, þetta átti að vera King of the Countryside. Þetta er King of the Countryside. Já. Hvað er það? Að fá sér að broddin í Þórsmörk? Ertu þá King of the Countryside? Að fá sér bara King of the Perri? Að fá sér að broddin er perralegast setning sem ég heilt. Hvernig er staðan þessu? Að broddin? 3-2 fyrir blöð. Það rýma með þess að 3-2 fyrir blöð. 3-2 fyrir blöð. Hefur staðið utandýra nakin í engu nema með Billy Boy? Nei. Hvað mennur bara í lífinu það? Já, þú veist, þú kannski bara lappa út af ykkur, ég veit það ekki. Akkur eftir maður að lappa úti með smokka á sér? Það er rosalega oft í þessum spurningakeppninu með Egill að þú spyrir spurningar sem hún veist að er bara léttast að já í heimi, bara hefur þið farið út af land. Ég myndi halda álfur maður sem elskar útivöru, en einhvern tímapunkti staðið. En akkur eftir maður að setja á sig smokka áður maður stendur úti? Allsberg. Hvað vilja sér þetta? Hvað maður að vera að gera? Góða punktur. Kannski bara ertu. Það var bara léleg spurning, við ekki það. Góður punktur, þetta er bara fáralegt. Áfram með. Kannski varstu bara með konunni, þú veist ég var nýbúin að njóta ástæða. Ég gerir maður grein fyrir af hverju maður ætti að vera með hann á sér. Haltu bara áfram, við sögum nei. Nei, ég bara. Hvað eru margar eftir og hvað er staðan? 3-2 en þá? Þetta fer að vera pínlegt og eins og alltaf óþægilegt. Ég held þetta yrði öðru síta. Það er ein og ein í hánum sem maður vill vinna. En þessi, hún tókst einhvern veginn að breyta King of the Countryside yfir því bara eitthvað perra. Já, maður sé bara búin að fá svona brottin í Þórsmörk og standa úti með Billy búið sér. Þetta er sérstætt. Ok, hefur farið að veiða út í náttúrunni og í sömu ferð veitt gellu? Nei. Það er ofta svo að sé bara 10 ára strákur að semja. Ég var að hugsa það. Mér líður eins og ég sé bara með tók litla frænda minn í þáttinn og leiðum að vera með. Þannig í 10. bekk og fekk að semja spurningarnar. Þú veist að veiða gellu í leiðinni. Ertu að tala fisking gellu eða? Ertu að segja að maður hefði bara verið einhvers staðar á Úlfarsvatni? Ég bara félagandi fór að veiða fisk. Býttu gellur, er það ekki fiskur? Meðal annars, hann er ekki að tala um þannig. Hann er bara að tala um að hafi staðið í vöðlum á Þingvallavatni. Já, bara hérna, bara með fluguna. Nei, hei, sæta, hvað tók ég að Já, og bara veitt gellu í leiðinni. Nei, aldrei. Ég tala kannski um bara einhverju félag að fara að veiða. Þú veist, félag sem elskar útiveru, veiða. Síðan er kannski gist saman í einhverju svona bústað. Og síðan kannski einhver háaðið bústað við hliðina á. Ég er bara rosalega lítill veið. Rosalega búin að teikna upp eitthvað ótrúlegasta ævintýri sem ég hef heyrt. Og menn röllt yfir og hvað er í gangi hérna og kannski eitthvað partí. Já, þetta er bara svona í bandarískum úlingamyndum. Menn fara bara veið og fara heim. Ég er lítill veiðmaður. Sko ég þori alltaf að spyrja þessar spurningu. Hvað er þetta allt svona? Ég er bara að gagga það mikið. Ég þori alltaf að spyrja. Af því þetta átti að vera king og bara út yfir. Sko þetta tengist út yfir, næst spurning. Ok, hvað er með það? Hefur að fara á bak með gellu undir berum himni? Hvernig getur þetta tengst einhver? Nei, úti. Ég er fyrir að kötta á þetta og kæfta það, sko. Nei, sko. Er þetta síðasta spurningin? Nei, það er einn eftir. Já, ég hef gert það. Sko, blöð er svo að pakka King of the Countryside saman. Nei, þetta er ekki lengur King of the Countryside. En byrju, Steindi, ert þú bara alltaf inni með undir sæng það? Inni undir sæng? Hvað er að þér eitt? Það er eins og sért í tíðum. Ég er ekki að grínast. Undir sæng. Herðu, hérna
Já, ég geti nú kannski hafa duttað eitthvað tíman úti, jú. Ok, hvar þá? Æ, það veit ég ekki maður, áfram með því, fengi bara stig. Manstu ekkert hvar? Nei, ég man bara ekki hvar. Þannig að þú ert að giska bara... Ég hef ekki verið í göttunni heima hjá mér. Nei, ertu að ljúga? Nei, ég er ekki ljúsa, þetta hefur verið út á landi. Ok. Hann getur jafnað þá bara. Já, ég vona innilega ekki. Já, það fínt að King of the Country, sagði. Nei, það er alls ekki gott. Það var bara gæði sem var í Þórsmörk með allt niður þig og einhvers staðar með hangandi Hvað er síðasta spurningin? Segðu mér síðan bara eðlilega. Ok, sko áður en því, sko, næst spurning, þú þurfa að hugsa svolítið vel. Það er típist því það æsugur yfir. Það efast ég meil. Og þetta er svolítið reiknistæmi. Hvort hafið þið veitt meira í náttúrunni fisk eða gellur eða biffanum? Það hlaut að koma þessu. Það hlaut að koma þessu að þú hafði náða að tróða biffanum minn. En þetta er mjög létt svar fyrir mig, það er náttúrunni. Náttúrunni? Það er talað fjölda fiska og svona. Já, ég veit það. Þú verður að fiska? Það er alltaf náttúrunni. Já, það er sko... Ég hef bara aldrei veitt neitt inn á biffanum, þannig að hlýtur að það er náttúrunni. The gods made the Amazons to restore peace to the world. Hennar tími er kominn. If no one else will defend the world, then I must. Who is this woman? You will soon find out. That's not gonna work. Please put the sword down. It doesn't go with the outfit. Wonder Woman, komin í sambíóin. Iðjuþjálfunarfræði, nútímafræði, félagsvísindi, fjölmiðlafræði, líftækni og sjávarútvegsfræði. Kveikir þetta í þér? Þetta nám getur aðeins stundað við Háskólann á Akureyri. Kannaðu málið. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Rick Ross spilar á Secret Solstice 15. til 18. júni. Netisölu á tix.is. Túborg Léttöl og Pepsi Max kynna í samstarfi við 1011 Þjóðhátíð í Eyjum 2017. Landsliðið okkar í tónlist. Miðasala á dalurinn.is. Þjóðhátíð, dalurinn okkar. Langar þig í salat? Virkilega gott salat. Komdu þá á Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Flottir jakkar, mikið úrval af stökum jökkum. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34. Mikið úrval á góðum reiðhjólum á frábæru verði. Bíkó, hjólum saman í sumar. Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. Gríptu lyfin á leiðinni heim. Apótek Garðabæjar í Alfara leið í Garðabæ. FM 95 Blö á FM 957. Hárrétt FM 95 Blö hér með ykkur á FM 957 og við erum konum með góðan gestinga í stúdíu. Það er komið að föstudagslæginu sem er, alltaf vinsæll liður hér hjá okkur og aðal söngvarinn í föstudagslæginu er mættu líka. Það er tölvusjenið Sverrir Bergmann Magnússon, verður velkominn. Já, þakka þér fyrir. Sælir strákar. Hvernig er tölvusjeni? Já, tölvusjeni og hvað galdramaður? Hvað segir galdramaðurinn í dag? Galdravinur. Galdravinur, ekki galdramaður. Þannig að það er ákveðið töfrarið að vera til. Já, rétt hjá þér. Galdravinur. Það er í hóp sem heitir Galdravinur. Það heitir 6 fullorðnir kallmenn og... Nei, við erum bara 4. Já, svo er það að banka upp á hjólingum að fá að spila. En hvað hérna, en þú ert góður? Já, helviti góður. Hvernig eru þið sjálfur? Það er ég bara sjaldan verið betri. Voru það eitthvað þrætað á það? Nei. Voru það eitthvað þrætað á það? Nei. Við strákanir? Nei. Það var bara að skamma mig út að ég var með spurningakefni og það var neðan alltaf hellur. Já, við reyndar, þetta er í fyrsta sinn sem að við við ljúum aldrei að hlustundum. Þetta er í fyrsta sinn eftir spurningakeppni sem að við Steindi látum eigin aðeins heyra það off-air. Þetta var ekkert að vera konungur countryside. Ef ég ætti að spyrja þig bara svona eitt spurningur. Alltaf spurningur tegnd útvöru. Þetta Svessi, hefur þú einhvern tímann staðið úti í náttúrunni allsber með smokk á þér? Með Billy Boy sagði. Á þér sko? Nei, auðvitað ekki. Það er mjög skrítið að gera það. En málið er Sverrir. Nei, það er ekki skrítið að gera. Hvað er skrítið að gera? Sko. Að standa úti einhvers staðar með hangandi smokka. Þú ert að ásta utandir og viltu að gera það með smokk. Yes. Það er mjög beint að því að þú einhverju tíðbúti stendur allsber með smokk. Góður punktur, en hvort hefur veitt meiri náttúrunni eða á biffanum?
Líklega náttúrunni myndi ég segja. Ég hef veitt Steindi reyndar að opnaði sig og viðurkennda hann notið ástæð í náttúrunni, hann hafa gaman. Já. En það vil ekki segja hvar. Segðu hlustendur hvar. Ég veit ekki, við gætum í rauninni sagt hvað sem ég veit það ekki, kannski bara Þórsmörk eða Nú, þú sagði að höstla lítið þar. Já, það var ekki höst. Þú verði eitthvað orðið lökki þar og sagði nei. Já, það var ekki þar, það var einhver staðar, ég veit ekki. Nú veist ekki eins og ertu bara að ljúga. Nei. Er það svona eftir gaurinn sem fór í sumarbúðir og tókst fyrsta kostin þar? Nei, það var ekki þannig. Það var bara bak utan dyra, maður ekki hugmyndu hvað það var sko. Skýtsam. Ég ætti að hafa 2 stund fyrir það. Það er lit. Það er ekki lit. Ég myndi segja að vera lit. Hvað er föstudagslagið í dag? Það er Menswear. Það er lag eftir Halldór Gunnar Pálsson. Frumsami. Það er frumsami í dag. Djöfull er annað með það. Rikki G er búinn að heyra það og hann sagði að þetta væri besta föstudagslagi. Já. Og það er frumsami lag. Svessi, notað þú orðið lit mikið, myndur þetta verið lit lag? Nei, mér skrítið að fólk segir lit. Nei, það er alltaf lagi, en ef þú ert orðin eldri en svona 35 ára þá er það mjög stygt. Bara eldri en 25 held ég. En ef nú erum við allir eldri en 25, myndur þú segja þetta væri lit þetta lag? Nei. Þetta er gott lag. Litlegt lag. Lit er jákvæmt sko. Það er positive, þannig að ef þetta er gott lag þá er það lit. Er það ekki eitthvað svona geggja, þú veist? Nei, það er bara að vera lit. Nú er ég með aðra spurningu, Sverris. Hvað er með það? Nú ætla ég að þjarma þess að þér. Þú varst með morgunþátt hér á FM 957. Rétt, ok. Sagðir upp. Ákvæmst að hætta með morgun útvarpið. Rétt. Því að þú ætlar að fara einbeita þér á tónlist. Búið til plötu. Það er komin nokkur á síðan. Styttist í þá plötu eða? Við getum sagt það verður plata sett bara inn á Spotify bara í dag. 6 plata. Jálfur? Albatross í lekari. Það er Þið hittist í jakkafötum og tóku nokkur lög. Var það sem þú kallar að fara einbeita? Hafður ekki getað unnið á FM og gert það? Nei. Ákveðt að gaggrina Menswear. Ég vil bara fá fleiri. Ég var til að sjá þetta á Spotify. Þetta er fyrsta skrefið af því. Þetta er, eins og ég segi, Halldór Gunnar samdi þetta lag. En blöð, þú skilur ekki the life of the gamer. Því að það er erfitt að vera gamer. Já, þannig að hann hætti á FN til þess að stunda tölvuleik. Þú skilur ekki life of the gamer, það tekur mikið tíma sko. Þú skilur heldur ekki life of magic. Nei, þú mun aldrei skilja það. Við ætlum að fá núna. Þú ert ekki wizard. Við ætlum að fá, nei, sem betur verið er ég ekki wizard. Ég ætla að fá föstudagsslagið og eins og ég segi þá er þetta frumsamið eftir Halldór Gunnars. Og já, það er búið að lofa þetta. Við skulum hlusta á föstudagsslagið í dag. Túborg léttöl kynnir Albatross í Hlégarði. Hey, hvað ert þú að gera ein í nótt? Hey, áttir þú ekki að vera hér hjá mér? Vera hér hjá mér? Hey, hvar er brosið sem þú gafst mér í gær? Eru ekki augu þín að horfa á eftir mér? Horfa á eftir mér. Hvað ert þú að gera ein í nótt? Hey, áttir þú ekki að vera hér hjá mér? Vera hér hjá mér. Hvað ert að gera ein í nótt? Ein í nótt. Albatross í Hlégarði í boði Túborg. Ég verði að viðkynna, þetta fannst mér fallegt lag. Þetta var gæsahúð. Þetta er beint á Cozy Blue, eða ekki? Já, þetta er beint á Cozy Blue. Ég sagði Cozy Blue. Já, fyrir ykkur sem er að fylgja því á Spotify, ég held að séu góð 200 pounds. Hann er að fá followers á Cozy Blue lista sig. Ég er ekki tissa. Þeir sem eru býða spenntir eftir nýju lagin á Cozy Blue, þetta dettur þar inn. Það er alltaf spes að skýra playlist eftir sig. Það var náttúrulega versta sem ég lendi í
var þegar þetta kom fyrst. Það var á Hann vissi ekki að sunnudagskvöldi. þetta væri on the line. Já, ég vissi ekki þegar maður setti playlist á Spotify. Það vissi ekki að myndi pop upp á Facebook. Svo var ég heim eitthvað og svo var ég að setja, var að búa þetta til á Spotify. Svo bara, ok, hvað er að skýra þetta? Cozy Blue. Setti þetta Cozy Blue og var að setja allt róleglög. Svo kom bara á Facebooki bara auðvitað að setja Run með Leona Lewis to Cozy Blue. Og allt í henni var hringt í mig bara, hvað ertu eitthvað down? Tímalína mín var bara yfirtökin á Cozy Blue. Ég vissi ekki að það var að koma inn. Ég bara, eitthvað down? Nei, alls ekki, okkur. Þú ert að setja inn svo þung lög eitthvað. Hvernig vissið þú það? Þetta er inn á Facebookinu. Ég byrja að svitna, hljópa og opnaði Facebooki, bara reyna að eigða þessu, heyrði svo í agli og sagði bara, að því mér langaði að setja fleiri lög, ég bara, Egill, hvernig er þetta að setja inn lög án þess að komi á Facebook, að ég sé að setja á Cozy Blue? Hann bara, já, hvað ger ég? Og ítur á þennan hann eitthvað, ég bara, ok, takk. Og ég held að það var að setja lög og hann byrjaði bara að poppa, þetta er fallegt lag. Ég bara ágræði að koma, þá laug helviti svindir að fólk að fara að hafa stórar áhyggjur að þér. Nei, alls ekki. Og ég gleymi því aldrei. Þetta var bara Cozy og þetta er fínasti En ég er ánægð með þess að þú dílir það ekki Cozy Blue. Konseptur er það í gangi. Já, ég er líka með Party Blue. En nota Cozy Blue. Ertu með Party Blue? Já. Það er ekki að vinsað playlistu Cozy Blue? Nei, ég nota hann bara þegar ég er alltaf búningapartí og svona. En það er eins og komið að dagskrálið sem að heitir Sturlu staðurinn eða Hrossaskít. Herðu, er komið á honum? Horny Blue. Það var geggja. Cozy Blue og Party Blue og sér Horny Blue. Og ég get subscribe þetta allt. Það var geðu. Ég myndi ekki búa til playlist á Spotify sem heitir Horny Blue fyrir 200 skall. Hvað var í fyrsta lagið á Horny Blue? Það er bara engin lög þar inn. Er það ætluð ekki Sturlu eða Hrossaskít? Það væri örugglega eitthvað lag eftir Tokka Turbo. Ég fer í fríið eða eitthvað svona. Er þú að gera það ef ég fer í fríið? Er það lagið? Góðtúr lagið þetta? Þetta væri þitt lag. Nei, þetta er eitthvað sem þú ert að hugsa. Ég var reynda rosalega til. Ef Tokki kemur í gýrin, hann myndi ég blasta. Það væri spes ef ég fer í fríið og Horny Blue, sko. Hann var líka að tala um það, hann hefur gert það í náttúru. Nú sé hann fyrir mér í náttúru að gera það með. Ég fer í fríið. Ég fer í fríið. En já, það er Sturlu staðurinn eða Hrossaskítur og já, það var jafntefli okkur síðast. Þetta er búið að vera rosa jafnt undanfarið. Ég er til í þetta, ég ætla að taka þetta í dag. Hvað er með það? Fyrsta spurning og hún hljómar svona. Twitter átti að heita Friendstalker. Friendstalker, það er sko, ef þetta er rétt þá var þetta ekki rétt að namni. Þið gerðu rétt með að færa sig yfir í Twitterin. Friendstalker, þetta er enda svolítið skemmtilegt. Það er spesnafn. Já, þetta er spesnafn, veistu. Já, ég ætla að henda já á þetta. Þú segir þetta sem Sturlu staðurinn? Já. Gilsari? Mér finnst þetta að vera léleg leið til að stólka vinir, sko. Því að, ef hann setur ekki eitt inn og getur ekki stólkað hann, sko. Þannig að mér finnst þetta að vera... Nei, en þetta er smá svona... Þetta er horsemanure. Nei, þetta er stólkar miðill, af því að þú þarft ekki að samþykja neitt. Góða punktur. Þannig að ég held að þetta sé... Ég ætla að sjá eftir aðkvæðum mín, þetta halda mig við það. Ég ætla að henda já á þetta. Þú segir já og þú segir... Nei. Nei, þetta er rétt hjá Steinda. Twitter átti að hitta Friendstalker. Þetta var ekki horsemanure eins og þú segir. Ég gáfaðist maður í heiminum. Þá er það næsta spurning. Skjaldbökur fá það ekki. Sturlu staðurinn eða Hrossaskítur? Nú byrjar á agli. Já, en þetta þá, ertu að tala um að þetta er bara svona gott lengi? Sko, ég hef séð skjaldbökur stundum með okkur, sko. Hefur þú séð? Já, mæntalega sjónvarpinu bara. Nei, ég var í dýragarðinsinni og bara að tók hana góðan tíma og hún fór á bak. Ok. Og síðan gargaði hann eitthvað svona, tunga, kom skrítið hljóð, það var mjög weird. En I had a hell of a time. Ég sá nú ekkert á vídeo og það var mjög spes og hann fengið að læra aldrei hámarki. En það ekki? Nei, þá, já, sko, þetta er kostur og galli. Hvað mennur? Það er bara svolítið þannig. Nei, kostur og galli. Nei, ég meina, með hvernig hún leti í dýragarðinu sem Egill fór í, þá fannst henni þetta ágætt, sko. Hún leti eitthvað bara heyri í sér. Já, en henni fannst þetta voru stunur í henni, væntanlega. Herru, ég ætla ekki að krefja þetta neitt meira. Egill, er þetta Sturlu staðurinn eða Hrossaskítur? Þá er þetta mjög fínt lengi. Það meikar ekki sens að skjaldbökur ná ekki hámarki. Það ná hámarki, það er 100%. Þú hefur séð eina ná hámarki, þetta er svindl. Þannig að þú segir að skjaldbökur fá það ekki, sé Hrossaskítur. 100%. Hvað segir þú, Steindi? Ég hef séð eitthvað vídeo hérna hvort það ekki voru á Facebook eitthvað, þá var api eða eitthvað alltaf dýrategund að fylla við skjaldböku
Það var sama Á hvað síðu öskur sko. Nei, það var nú bara hérna svona eitthvað. Er hann að koma í jóða, nei? Hvað sagði hann út af hennu að hann var að horfa á vídeo Þetta er svona eitt leiður á öðru þegar hann er komin inn á sína klámsíður hann Steinþór. Ég ætla að henda að það er náinn og að klára grín. Þannig þið segir báður þetta sé hrossaskítur. Já, minn Egill hefur séð þetta með first hand sko. Það er rétt hjá okkur. Það er hárrétt. Takk fyrir Egill minn. Þú gafst mér punkt Sá þetta live. Sturlu staðreynd eða hrossaskítur. Kossar draga úr tannpínu. Já, þegar þú fær bara hólu þá fær bara í slella. Það efast ég Þú átt að byrja. Sko, málega er það, ég er líka eitthvað fráhrindandi við það ef konaði myndi koma þér, heyrðu, ég er að drepast úr tannpínum, maður, trottu tungun upp í mig maður, þetta, ég er svona, ég kannski, kannski ef það næst ekki tannlækni, þetta er rámt, þetta meikar ekki sens. Þú setur sér hrossaskítur? Þetta tala kossavarir eða slella, það skiptir öllu. Alvöru koss, fransku koss. Kirkjukoss, hálfopinn koss. Þetta er hættu þessu bulli, ætlar að segja já eða nei? Ég hugsa að segja nei. Þú sérfræðingur í kossum. Þú segir þetta sé hrossaskítur? Ég segi þetta sé algjörskítur. Sko, ég minnir og það var einhvern tíma sagt að það var eitthvað streitu losandi að fara að taka faðumlega á sleik, þannig ég vil meina það að það hlýta ekki að hjálpa, ég set sér rétt. Það er réttu Agli, hann er búin að jafna leikinn. Ég vil að pakka það saman. Hestar stunda jóga, Sturlu staðreynd eða hrossaskítur? Þú byrjuð á þér Egill. Ég að followa Sölva Tryggvason á Instagram. Hvað er hann, hestur? Ég hef aldrei síðan með hest þegar hann er í þessum stöðum. Já, þegar namaste. Já, þegar hann er í namasteinu með tagnar. Þegar ég tala að hestar stundu jóga, þá er ég ekki tala að fara inn í sporthúsi í hotjóka með liðinu, sko. Nei, þeir eru bara einhverstað út á túnni að jóga. Að gera hvað þá? Jóga. Jóga? Jógaæfingar, já. Hestar Þeir eru ekki að Hestur fara í jóga. Og hvað gerir hann þá? Gerir hann saman Sölvi? Grípur í tærnar á sér og tegir löppin út? Það hefur ekki séð að hann gera það. Jú, en minna setjast þér þá, sko, þetta er náttúrulega vesen. Og hann stendur oft á haus líka. Já, einu myndi að hann var á haus. Ertu að tala með setjist og seti lappirnar svona saman, þú veist. Bara stundar jókað ekki, drengir. Það er bara stundar. Þetta er eins og að vera með litlu barn. Ég hef aldrei séð hest sitja með hæla saman. Sko, hestar, þeir standa yfirleitt út í já eða nei, Egill, ég ætla að byrja á þér. Klóra sér einhver stað á drasli. Mesti hestagúgur sem þú komið með. Nei, þeir eru ekki í jóga. Hvað segir þú stendur? Já, þeir stunda ekki í jóga. Það er ramt, þeir stunda jóga. Nei, þetta er, veistu það, nú þarf það að fara að skoða þessar síður sem þú ert að ná í. Það er verið að trolla þig á þessum síðum. Það er að setja fótinn niður. Ég sett fótinn niður fljótlega. Hvernig þá? Hestar er ekki í jóga. Nei, þeir geta stunda jóga. Já, þeir geta, þeir geta allt. Appi getur reykt sígarettu. Síðasta spurningin í dag og það getur einhvern tryggt sér sigur hérna. Krókódílar gráta þegar þeir borða eitthvað sem þeir finnst gott. Sko, mér finnst mjög ólíklegt að krókódíl gráti nokkuð tíma. Við byrjum á þér, Steindi. Já, þeir eru hérna, þetta eru svona dýr sem gráta sjaldan. Eða gráta aldrei vantilega. Þetta er krókódíl, sko. Þeir með drull, allt annað fer í ærangi var sitt með uppuna þeirra. Þeir eru alveg sama. Þeir gráta þeir finnst eitthvað gott. Ég þarf ekki krupningu frá þér. Ég þarf bara ég var bara spáði hversu gott. Erum við deadline og þetta er úrslitaspurning? Já, ég bann að svara þetta séu á Steinda. Ég bann ykkur að svara það sann. Já, ég ætla að segja að þeir gráti þegar þeir borða. Eitthvað gott. Já, þeim finnst þetta það gott að þeir gráta. Hvað segir þú, Egill? Ég ætla að tekja það frekar, sko. Ég nenni ekki að taka punktinn, sko. Þannig að ég segi... Þú hefur nú áður kæft upp á jætteflið? Tilfinningalaust dýr og þeim skýt saman, þetta er nei. Steindi vann, krókódílar gráta þegar þeir borðu eitthvað sem þeir finnst rosalega gott. Þetta var Sturlu staðreynd eða hrossaskítur hér eftir smá stund augljósa staðreyndi með Steinda og já, svo voru strákarnir í Rottweiler að gefa út nýtt lag og myndband og þeir Ágúst Bent og Erpur Eyvindarsson ætla að kíkja hér í spjall. Í Háskólanum í Reykjavík taka nemendur virkan þátt í náminu, eru þjálfaðir í gagnrýnni hugsun og rækta sköpunargáfuna í fjölbreyttum verkefnum. Það er opið fyrir umsóknir til 5. júní. Velkomin í HR. Og hvað á svo að borða í kvöld? Einfaldaðu lífið og rendu við í ljúffengan borgara á Grill 66. Við erum á Ólís. Some bitchy shit is happening on our beach, and
My balls say we need to go over there and check it out. Dwayne Johnson góðsögnin. It's a bad idea, Mitch. We're lifeguards. Zac Efron nýliði. Watch. You turn the canals into the next game. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. Police do pursuits. When you do it, it's just some guys chasing some other guys. Baywatch. Sumarsmellurinn í ár. Komin í bíó. Tvöfaldaðu Singer ánægjuna með Singer Stacker, bragðmikilli nýjung af KFC. Singer Stacker með 2 sterkrituðum Singer kjúklingabringum, osti, káli, funheitri supercharger sósu og chili kryddsósu. KFC. Við festum, liðkum fyrir, róum okkur og komumst að kjarnanum. Búrt, hluti af stóri heild. Sveigjanlegt nám við Háskólann á Akureyri veitir þér tækifæri til að stunda námið hvar og hvenar sem þér hentar. Í námslotum kemur þú norður og færð persónulega þjónustu í námssamfélaginu á Akureyri. Kynntu þér sveigjanlegt nám á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Happís frá MSIs. Ekta íslenskur rjómaís. Afmæli framundan, pítsur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tivoli. Smárativoli.is. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Hof fasteignasala. Lykill að farsælum viðskiptum. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það Gigo og Selena Gomez að ég held með lagið It Ain't Me. Það mikill gestagangur hjá okkur í dag og hann ekki búinn því að hingað komnir inn 2 kolvitlausir Rottweiler hundar. Annar heitir Annar heitir Ágúst Bent og hinn heitir Erpur Eyvindarsson. Verið velkomin. Dankeschön. Fínt að vera hérna alveg. Þið alltaf blindfullir og bara í neyslu þegar þið komið. Ötti Blöndósmann, hann að fína ykkur plástri hérna. Hann að fína plástri, við erum með ykkur að drikja. Ég ætla að byrja að draka rauðvín. Hvað gangi með Steinda? Ég byrja að draka rauðvín. Byrjaði í gær á því? Ég byrjaði fyrra dag, þá drakk heila flösku fyrir dag. Svo tók ég einu í gær og verður mjög spennandi að sjá hvað gerist í kvöld. Hvað gerist? Ég skal segja það. Eftir viku og byrja að drekka rauðvín, þá erum við byrjað að sjúa titling. Herðu, jæja. Pressaldur. Hundar eru mættir og nákvæmlega sem við viljum fá frá þeim. Voff. En það ekki ástæðalösu að ekki það. Þið eru alltaf velkomnir eins og ég kom nú inn á hérna fyrir þættinum að þá eru 3 hreinskilnustu gestirnir sem við fáum í stúdíu. Það Ágúst Bent, Erpur Eyvindarsson og Ingo Veðugur. Ingo Veðugur lætur allt flakka. Hrein íslensku. Senast að Ingo Veðugur kom inn þá var hann að kvarta yfir því að það voru ykkur úlingar að gera grína á honum á N1 þegar hann var að fá sér söfnipátt og hann var svo niðurbrotinn og fannst þetta svo leiðilegt og ég spurði hann hvernig ertu ofta svara menn þá bara eða í útasveitil hefur bara feskum maður góður. Hann sagði bara ég nú bara oft verið betri maður. Já, einhver krakkar að stríða með hérna. Einhver krakkar að stríða með leiðninga. Hann svona melankóli eins og hann hress upp á sviði. Já. Hvað að frétta Rottweiler? Það loksins komið. Ég nú búin að vera að hamra hérna á leikstjóranum mínum Bent að fá Nikla. Það loksins komið. Jú, það loksins komið. Það Kim Jong-un, hápolítist lag og hérna mjög skemmtilegt. Ég veit ekki með hversu hápolítist það sko. Ég með meiri punga Kim Jong-un, ég með fyrir gung sem Kim Jong-un, en ég meina ákvæm. Var það bara notað upp á rýmið eða var eitthvað bak við þetta? Sko hérna, já. Það bara að segja voru við svona, hvað rýmir þetta með hún? Eitthvað töff guður hún að úti sem við getum talað Já, það var minna það sko. Nei, máli, ég heldur þetta sé bara, basically bara, þú heldur alltaf, þú heldur að þessi Kim fjölskylda þetta í Norður Kóreu, sé bara búin að toppa sig í sturlunni, þá kemur alltaf einhver nýr og alltaf geða og það svolítið svona með Rottweiler sko, við erum alltaf bara sturlari og það kannski pælingin sko. Já, það líka sko eins og við byrjum viðlega að segja þessi miklu stærri og sterkari en fjallið og það svona veruleika fyrra í áttið Kim Jong-un, besta gólfara í heimi. Svolítið svona að staðirinn ekkert mikið að trufla það, ég bara víst miklu stærri og sterkari en fjallið. Já, ég bara víst besti gólfari í heiminum. Við hefum ekkert langt í það. Kim Jong-un eini maðurinn í heiminum sem farið 5 hólur röð hól í höggi. Já, hann ekki svo. Egil hlaði miklar áhyggjur að þessu. Nei, ég hef bara veltaði fyrir mig sko, hérna hafið engar áhyggjur að Kim Jong-un verið pirraður yfir þessu. Ég veit alveg, hann fyrir á YouTube einu degi og skrifa Kim Jong-un. Hann googla sig og hann gerir vesen út af þetta. Hann líka bara búin að ringja og andi síma
bara svona, þú veist ekki bara að fatta með númerabyrni í Norður-Kóreu, sko. Hann bara rugglaði ykkur. Það gæti mögulega drefið ykkur, sko. Er eitthvað verra ef ykkur ringir því og anda bara í síman? Já, menn, þú veist, þetta var svakalegt bara, þú veist, það var alltaf bara í DVF, alla fossið, bara eitthvað, hendi í síman hjá mér. Bara tjóðið það bara búið. Ég lendi samt í númerabyrni drap. Það er alls ekki búið, sko. Skúli Ármannsson, vinur minn í Mosó, hann ringir oft í mig og spyr hvort að mig hlusta mig sofa. Þá bara vill hann ekki skella mig, leiðu bara síma við liðin og leið mér að hlusta að sofa. Leið mér að hlusta það. Ég er meira ágjör á honum heldur en Kim Jong-un. Hann sturglaður. En eru fleiri lög á leiðinni? Við ætlum að spila hérna nýja lagið eftir smá stund. Það komið vídeo líka sem er inn á YouTube. En eru fleiri lög á leiðinni? Skemmtilegt vídeo. Já. Það er hérna alltaf nóg að gerast. Við kemur annar lag hérna nú setna í sumar. Við erum svona reynum að dreifa alltaf aðeins úr þessu. En það er nóg að gerast. Er eitthvað helgina? Já, það er náttúrulega, við hefum ekki spilað, held ég, sko, frón á bara eitthvað ammali á Selfossi, já. Og við hefum aldrei spilað. Langbest að jamma á Selfossi. Já, það er geðvikt. Ég jamma engöngu í dag á Selfossi. Ég fer hvergi annars þar, en það er umhelgina? Já, það er á sunnudaginn, það er nefnilega eitthvað hvíta sunnudagur. En það er eitthvað ammali, frón á eitthvað, fjórar ammali eða eitthvað. En þannig að það er jamma á sunnudaginn. Það er mjög hættulegt fyrir mig að heyra það sem maður nýbyrjar að drekka rautt svona löng helgi. Já, það er frídagur á mánudaginn, það er bara þannig. Það er reyndar ætlum við að reyna að skrifa á mánudaginn. Það er annar mál sem kemur þessu ekkert við. Ég ætla að spila nýja lagið og svo var Egill. Þú ætlar að henda Já, voru ekki að tala að þú veist, fyrst eru mætti félagarnir að láta að gera eitthvað og... Af því að þetta eru opnustu gestir sem við fáum, þá langaði Agli að henda þeim í einhvers konar spurningakefni og Egill, ertu með eitthvað lagur? Í hverju er að keppa? Ég var að spá í King of Romance. King of Romance? Nei. Það er gott. Þeir eru þetta tveir mjög romantíski menn. Þeir hafa keppt á þeim. Einhver kepptu þeir seinast. Það var King of the Bad Boy. Það var einhver harðasta keppni sem ég heilt í þessu þætti. Þeir eru líka mjög romantískir. Ég er mjög spennt að sjá hvað tekur þetta. Fáum fyrst Kim Jong-un með Rottweiler. Slímug og blóðug og grænda svo börn. Ég skal kyrkja ef þú vilt. Rottweiler. Þetta er gott maður, strákar. Til hamingju með þetta. Takk sjóma. Stjórnum þið fíningur allir. Virkilega gott. Eina sem ég var að spyrja, reyndu það að fá fjallið í myndbandi af því að tala mikið mann? Hann var eitthvað, þú veist, hann veit náttúrulega hvað status er það. Við erum náttúrulega að sækja grimt í vöðabransa og Nikki segir, gerðilega tilbúin að standa við hliðina á okkur þess að dana. Spurðu hann það? Nei, ég er að tekka ekkert á hann. Við erum að taka sensana myndi bara að berja okkur. Hann var að keppi í World's Strongest. Hann hefði alltaf mætt. Það verður að ganga fyrir, held ég. Hann hefði komið, sko, já. En þá er komið að spurningakeppni Gilsarins. Við fengum eina óþægilega á hann en hann ætlar að henda, erpi. Og má ég spyrja, eru Rottweiler hundarnir sem sitja þarna eru á lausu, talandi romance? Já, við erum báðir. Þú erum alltaf graðið fyrir einhver sambönd. Hvað kjafta er gangi, maður? Við verðum líka bara að gefa af okkur, skilur, sinna túristanum og svoleiðis fyrir efnahægin íslenska. Það sinna túristan. En þetta er allt fyrir efnahægin. Takk fyrir það, strákar. Takk fyrir það. Það er gaman að séu tveir einhleipir menn á leiðinni í King of Romance. Þetta verður spennandi. Já, þetta verður athyglisvert. Er þetta þín Egill? Já, við hendum okkur breyta. Þetta er bara nokkuð spurningar. Hvernig var það? Við svörum báðir? Já, við svarum báðir. Og ekki stress. Fyrsta spurningin er bara, manstu eftir fyrsta kossinum? Já, ég man eftir honum. Það er svoleiðis. Hann var ekki romantískur. Hann var á svona leiksvæði og leikskóla. Við vorum í ABC og svona leikskóla? Við vorum ekki á leikskóla. Það var ekkert mörg ár síðan það var, sko. Það hefði ekki verið 11 ára gammallega. Þú varst lítið barn á leikskóla. Ég ætla að vona það. Þetta var kvöldi til. Þetta var stelpa sem heitir Elisabeth. Hún var goth setna, ég veit ekki hvort það tengist leiknum. Auka plúsi, hún er gothar í dag, sko. Barbarinn, mannst þú eftir þínum fyrsta kossi? Já, þetta var sama dæmi. Þetta var þetta ABC-atrið, sko. Ég veit í Kópavogi, sko. Og þá var svona, ABC, þú veist, krakkarnir hlupu í svona görðum, sko, og svo, fekk maður valkostina. Þekkja menn, þetta er þessi leikur, er hann ennþá í gangi? Það er ekki ABC í dag, þetta er bara, þú veist, C er bara einal og B er bara Næsta spurning Það er punktur á báða, það er að standa sem ég vil. Trúir það ást við fyrstu sín? Já, vilt þú byrja? Nei, þú maður taka það svolítið. Sko, þú veist, ég ekki eitt lengur. Maður held þetta einhvern tíðan, skilur, og svo maður eitthvað vinn úr því og kom bara að kjafta út af því, skilur. Bara eitthvað, þú veist, skilur, ást svo fyrstu sín, svo hún kannski bara gift og bara
4 börn, þetta bara þvættingu, þetta er bara gluggan með þetta. Maður trúir á, losta við fyrstu sín, en minna áslítur er eitthvað meir en bara útlitið og náttúrulega, fyrst sér náttúrulega bara útlitið. Fá þeir punktir, þetta ekki? Nei, ekki. Þetta var mjög rómantískt sem ég sagði. Áslítur og útlitið. Nei, ég sagði það var ekki. Það er 1-1, þetta er mjög spennandi þá. Hefur þú og makiðinn, einhvern tíman verið í sambandi og svona ákveðið lag sem þau köllu lagið ykkar? Já. Hvað það? Þú og kærastan hefur átt lag, með að spyrja hvað lag það var? Ég held að það verið þarna You can have whatever you like með T.I. sem þýtti basically ég þurfti bara að gefa henni hlutistanslist. Þannig eftir að vikja var það ekkert svo rúma. Mikið skellur. Ég man Kópavóinum á sín tíma þegar maður var í þessu dóta átti lag með kæru og þá var lagið muni ekki eftir laginu með NWA I wanna fuck you, yeah muni ekki eftir I wanna fuck you, yeah Það var lagið ykkar Það samþýtti hún þetta lagið? Nei, ég meina við þetta bara svona Það var lagið fyrir Ekki sérstaklega rómantískt en samt, þú veist, lagið ykkar það En mér þetta punktur að báða Já, ég er bara hannig Mjög spennandi en þá Hefur þið farið í G-streng af elsku höfunuðinum í rómantísku flippi? Nei, það er fljótt svaraði að bend Sko málega það nei síðan Ég myndi taka þetta á mig en þú veist það er ekkert endurist pláss í þessum þving fyrir Það er ekkert pláss í þving fyrir karlmann sem að nema þetta verður einhverjum asíustarðum til að sé pláss fyrir veislu þetta er, ég myndi alveg taka þetta á mig en bara I ain't the one, sorry Áttu playlist á Spotify bara með rómantísku lögum sem myndi þá til dæmis heita Cozy Erpur eða Cozy Band Nei, því miður Já, því miður Já, playlistan, hann heitir tónlist til að slafar á drasli Það er svo ekki Áttu það í alveg? Áttu playlistan sem heitir til að slafar á drasli Það fara í rosa marga sálfræðatíma Ég er alltaf að heyra það betur og betur Þið með alveg fá aðgang af Nei, góður Ég er feskur Var hann fyrir stig fyrir slafar á drasli Myndur þú segja þetta flokkist undir rómantíska playlista? Jú, vissulega Að fleia sér á þetta bara og naga þetta tímunum saman Og hvernig músík er á þessum lista? Þetta er alveg mjög Þetta er svona R. Kelly og svoleiðis Já, R. Kelly, þetta er ekki tónlist til að míga fólkið En þetta er svona músík til að svona þetta er svona D'Angelo og eitthvað svona Hann á rómantískan playlista En hann heitir Þetta er bara punktur bara Já, við þurfum ekki endur taka nafni Þetta er stig Það er 3-2 Blasi kom með yfirhöndina Hvað er margir spurningar eftir? 3-2 2 eftir Hefur þið verið það ástfangin og skrifaðar ástarbréf? Já Punktur á bett 3-3 Sko ég Spurning með Sko, málega það Ég var einu svona alveg geðveikur bara Ég var einu svona bara super geðveikur Ég sendi einni ástarbréf daglega bara í marga mánuði Nú, bara svona Já, og bara svona einhver art piece Þú veist, þetta hefur verið myndlistinni, Hún fekk bara svona, bara einhver, Varstu farin að skera þér einhver útlimið? Já, láfið maður, og svo hitti ég hana maður Og hún var, henni fannst að það var svona notalegt bara að hitta mér Henni var svona skítrætt fyrst, Og bara, hvað Þetta virkaði, já En þetta var fyrst, bara Þannig að þetta var bara ókunnleg stelpa sem þú byrjaði að senda myndir á fulli Já Og þetta var alveg með frímerki á umslæðinu Já, bara, og svo þetta var konvolúta, Þetta var svona stór, bara, þetta voru Hún var úr árbænum mitt, Hún mátti alveg þetta ég var ekki að blast Hei, það kemur fram í læginu Hvað lagi? Blöitt Malbygg 110 ára Ennþá að syngja með svo bíu Já, svona Það er 4-3 fyrir Blas og er ein spurning eftir Hefur þú sendt konu sem þú ert hrifin af limumynd? Sko, ég hef aldrei gert það og mun aldrei gera það og þar er ég sé ekki sem rómansin í því
Þetta er oft mjög skrýtna spurningar í allir þegar að kynna Ég ætla að minna á Bent, þú getur jafnað þetta ef þú sendt lið 4-4 Nei, ég hef ekki gert það við mér. Það var að taka mig tapir. Þegar þú hefur svona í þínu tilhjóðalífi verið að gera þetta klísi og ég veit ekki þetta mikið, það er upphafi og enda samband, en mála er að sendur hann bara please stífa hann og æðapera hann, eða ertu með hann bara lafandi það? Ég spurja spurninga hérna sko. Já. Ég er ekki Þú erum segum upp eftir klísi, ég er mjög forvitið sko. En það er 4-3 fyrir Blas, þú ert king of romance. Ég var king of bad boys einast, líka king of romance. Þú ert greinlega romantískur bad boy, við skuldum Ég get samt sagt þér að Bent er skuggalega mikill Ég er mjög homo. Ég veit það, hann er mjúkur. Hann er mjög mýkur en fólk heldur. Og það geta náttúrulega allir farið inn á Spotify og hlusta á slafra á drasli. Góðlisti til að slafra á drasli, já. Það er góðlisti. En hefur ekki frekar að minna á YouTube þeirra inn á myndbandinn á YouTube? Kim Jong-un. Og þeir sem vilja sjá Rottweiler hunda fara á Selfoss á sundaginn. Á fróni, bara með rútunni, þú getur ekki stræt og kostar ekki dick shit, sko. Og síðan alltaf minna og svo náttúrulega erum við alltaf að plana hérna, erum við búin, þetta er lokaorðin ekki? Þetta er lokaorðin sem við skjótum okkur í lífiðinu, já. Mála, svona alltaf erum við að plana alltaf stóru tónleikana. Við verðum bara að henda út nokkur lög og þá ætlum við að halda stóru tónleikana ekki. Sem eru hérna Reykjavík. Já, sem er búin að ganga eftir gett lengi. Ég er búin að bíða spenntur til. Hvað verða þeir? Sko, það er erfitt að segja, er þetta gamla bíó eða er þetta listasafnið eða er þetta... Þetta er bara harpa. Já. Tökum hörpuna. Drengir, alltaf gaman að okkur í heimsókn. Gaman að sjá þau, æðislu, Klipsi og Steinsson og Bent. Viltu eiga möguleika á því að eignast frían dróna í sumar? Veslaðu dróna hjá Dronefly.is í sumar og eigðu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní á FM 957. Some bitchy shit is happening on our beach, and my balls say we need to go over there and check it out. Dwayne Johnson góðsögnin. It's a bad idea, Mitch. We're lifeguards. Zac Efron nýliði. Watch. You turned the canals into the X Games. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. Police do pursuits. When you do it, it's just some guys chasing some other guys. Baywatch, sumarsmellurinn í ár, komin í bíó. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Það er opið fyrir umsóknir í grunnnám við Háskólann í Reykjavík til 5. júní. Velkomin í HR. Nýtt kombotilboð á Grill 66. El Rino ostborgari, franskar kók og Sirius rjómasúkkulaði á aðeins 989 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Opið fyrir skráningu í fjarnám á sumarann. Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Hvar verður þú 3. júní? Samlokubarinn, Lindum, Kópavogi. Gallabuxnabúðin. Við aðstofum þig við að finna réttu gallabuxnar á réttu verði. Gallabuxnabúðin Kringlunni. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólavörðustíg 18. Sjáðu ljósið. Hjá S. Guðjónsson starfa sérfræðingar í lýsingu og LED-lausnum. S. Guðjónsson, Smiðjuvegi 3. Happy hour, happy hour, happy hour. 4 til 7, American Bar, staðurinn þinn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Á FM 957 og já það er byrju hvað hérna okkur Rikki kom aftur inn. Herru, Rikki var að labba hérna frammi og... Við erum ekki að fara að fjalla meira þetta hlaup. Nei, það er búið að afgræða hlaupið. En Rikki var að ganga hérna frammi og ég bara baði hann um að koma hérna inn í örstundastund. Erum við að fara í augljósar. Yes. Það er komið að augljósum starfum og ég veit að Rikki hefur gaman að þeim. Hann var í húsi, þannig að ég bara ákvaði að bjóða honum inn, er það ekki í lagi? Eina sem ég skil ekki er ákveður það að nýjasta þú þarf alltaf að fá hann inn í. Nei, ég þarf ekki að fá hann inn á landinu sem hlæra þessu. Nei, ég veit bara hann hefur gaman að þessu og þannig að ég bara sendi Egil á klósettið og fekk Rikka í stólinn. Ég elska ekkert eins mikið og augljósa staðreyndir. Ég elska að mér fjölskyldu mína. Já, það er ekkert annað. Ég elska að heyra þetta, ég elska Rikka fyrir að elska augljósar. En þær eru mjög augljósar í dag, Auðun. Það er komið að augljósum staðreyndum. Please segð mér að sé ein augljós spurning líka. Og veistu, Rikki, þú veist ég ger allt fyrir þegar kemur augljósum. Það er augljós spurning. Yes! Þetta er svo. Auðun Blöndal, þú ættir að þekkja þetta. Já, það er komið tíma á Bettan. Já, það er komið tíma á Mr. Selfridge Bettan. Hann er æðislegur og hann er hárhjáður í dag.
hafa hann háan og Ég byrjaði hann í hæsta. Já, það mjög vel gert hjá þér. Hann svona partur af þessu, hafa Mr. Selfish-betan háan og góðan. Já, ég klár, Rikki, ert þú klár? Ég gæti ekki verið klárari. Auðun Blöndal, ert þú klár? Það stóra spurningin. Já, ég klári að klára þetta. Já, það bara góða fréttir. Þá komið að augljósum staðrendum og fyrsta augljósa staðrend dagsins, hún hljóma svona og haldið ykkur fast, kæru hlustendur og sérstaklega þú, Rikki, hún hljóma svona. Naflakusk ekki með bílpróf. Þessi léleg. Það ekki með augu. Þessi léleg. Það get ekki séð út af gluggan. Ég get ekki leiða þessu. Naflakusk bara í myrkri. Það bara í nafla. Bara í myrkri? Það bara inn í naflanum. Það get ekki eins og náð upp bara í stýrið, sko. Það myndi fjúka på mér. Þú þyrftir að hafa lokaða rúður. Sko, stundum að kemur fyrirstendi að ég brosaði einn og einn í höður. Þessi var bara léleg. Naflakusk ekki með bílpróf. Váka þetta daburt. Gefðu næstu séns. Hún hljóma svona. Það komið að annari augljósi staðrend dagsins og hún hljóma svona. Ormar. Þú bara fann að ofhugsa þetta. Ég fann að ofhugsa þetta? Þetta fyrsta sinni í langan tíma sem ég veit ekki hver síst hjá þér. Ángríns. Mér varst það leika. Ég ætla þessi ekki naflakuskin. Mér finnst það alltaf geggjað. Það svaðalar í dag. Það voru rosalega augljósar í dag. Er þetta búið? Nei, það kom að spurningu. Augljós spurning og auðvitað nú þarftu að horfa í augun á mér og allt það. Þessi spurningu henni beinti þín. Og já, ég í það vaðið. Ég spyr, auðvitað, hver munurinn á pappaðinum og rottu? Hvað þetta alltaf með pappa minn og mömmu mína? Og hvað varstu með Mæju systir daginn? Áttu þetta alltaf að blanda fjölskyldunum inn í hennan ógeðslega liðin? Ángríns. Áttu segir ekki hver munur með pappa þínum og rottu? Af því það lítill. Áttu þetta að blanda fjölskyldunum inn í þetta? Þetta spurning. Hann ræður þessu. Ég verður að taka þetta tilbaka. Sínjórinn svo mikill snillingur að... Já, hann frábær. Hann má nú ekki líka honum við rottu. Nei, ég veit að ég elska pappa en hann veit það. En hver munurinn á pappa þínum og rottu? Þetta alltaf sama þvæla. Núna, Gríns. Nú ætla ég aðeins að lækka niður í betanum. Taka hann út? Já, nú ætla ég aðeins að lækka niður í betanum. Já, en þú að setja hann aftur upp leið og búin að pæla í þessu. Nú ætla ég nefnilega að tala. Það komið bara tíma á smá reality check. Þetta gæti verið síðust augljósu. Nei, alls ekki. Þetta rétt að Sko, það alveg sama hvað ég segi. Þarna? Nei, þú getur alveg verið með þetta rétt. Ekki vera að blanda þér inn í þetta jámaðurinn hann. Farðu og læðu fram í póka. Það alveg sama hverju svara. Alls ekki. Þú finnur alltaf eitthvað nýtt. Og ég hef séð á þér. Hann með þetta að skrifa á bæði. Nei, ég hef kíkt á tölvunina stendi. Þú varst ekki eins og svar tilbúið. Þú beiðst bara eftir hvað kjafta ég myndi segja. Svo býrðu þetta til. Það náttúrulega ekki rétt. Og það bara ósangjart. Ég get ekki svara rétt. Það er ljótt að ljúga. Hann er þetta klart, sko. Hentu betanum upp og prófaðu. Hentu honum upp, slæt andæja og prófaðu að gíska. Hver munurinn á pappaðinum og rottu? Ég ætla að kalla rétt svara og narði. Rotta dýr. Já, en ég ekki að leita því. Pappi með 2 fætur en ekki rottan. Það rétt, held ég, en ég ekki að leita því. Rottur lifa í holræsi. Pappi minn í íbúð í Kópavoginum. Hann í Kópavogi. Pappi minn flugvirki, ekki rotta. Ég aldrei sé rottu sem flugvirkja. Mikið rétt. Pappi með bílpróf. Já, rétt, en ég ekki að leita því. Þetta augljósara. Viltu taka einu svona enn eða ertu... Þetta bara sama hvað ég segi. Pappi giftur. Það syngur Rihanna hér. Love on the Brain. Hún var stödd á körfuboltaleik í gær. Þar sem að, Golden State hafði sigur gert Cleveland í fyrsta leik úrslitakeppninnar í NBA en hún heldur víst með Cleveland. Hún var þarna með læti og vesen samkvæmt fjölmiðlum erlendis. Og var fett seimuð fyrir stötu. Já, sem ekki gott. Það eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag, enda klukkan að verða 6. En áður við kveðjum að við fengum gefins hérna fyrir í dag svona Billy Boy set. Og í þessu eru Billy Boy smokkar og það eitthvað krem og eitthvað svona. Þetta nú bara fyrir þá sem að eru 16 ára eldri ekki? Komstu með þetta sjálfur eiginlega eftir þessa spurningu? Nei, við fengum það gefins. Það var eitthvað sem að fílar Kaffitás Tristan
Og við erum bara að gefa þetta sett hérna. Þið ringið 511-0957. Það setti sem Tristan fekk, sem ég fekk áðan. Það þarf að gefa það. Það komið 2, þú mátt eiga 1. Ef það komið nokkri kassar. Það ætlar að gefa bara núna Billy Boy kassa? Já, ég ætla ekki að gera það í beinni. Ég ætla að opna fyrir síman 511-0957 og ætla að gefa 1 svona Billy Boy set. Þetta eru, hvað segir Kaffi Tás Tristan? Er þetta bestu smokkandur í bænum? Hóna fyrsta, hvað í þessum kassa? Það var það, þú opnaði hann á hann. Þetta bara sami kassi, það eitthvað svona, eitthvað stöng með fjöðurum á sem kýtlaði, það svefngríma, alls konar krem, það tipparhingur, þetta svaðalegt. Svaðapakkin bara 16 ára eldri með hringin. Nú skulum hafa þannig. Það ætla að vera að gefa einhverju 9 ára strák þetta. Það búið að vera virkilega gaman í dag. Vonandi höfðu þið gaman að við verðum í beinni útsendingu frá Ólafsfirði næsta föstudag. Því að þar verður mikið húlumæði. Það sjómannahelgin næstu helgi. Við ætlum að leggja undir okkur fjörðin. Við gerum það líka í fyrra. Og allir sem eru á Norðurlandir núna, ef þú eru ekki búin að ákveða hvað ætla að gera næsta föstudagskvöld, þá verður við FM 95 Blö með ball. Við ætlum að taka uppbytun fyrir þjóðatíð. Við erum með ball á Ólafsfirði og það 16 ára aldurstakmark. Nú vil ég sjá rútur frá Akureyri, Sauðárkróki og bara fólk á Ólafsfirði. Allt kolbilað. Bent ætlar að mæta þetta með okkur. Hverju verða fleiri? Þetta er bara allt morandi ykkur. Krúið okkar sem að verður á þjóðatíð. Þannig að ekki voru ykkur að missa því. Smá uppbytun. Og við ætlum að enda þetta. Það er mikið búið að hringin og spyrja út í föstudagslæðið sem var hér fyrir í dag. Enda þetta ekki bara besta föstudagslæðið hingað til? Jú, ég held að. Mér fannst líka komið tími til og ég var rosalega glaður að heyra að þetta væri frumsamilag eftir Halldór og er ekki bara að voru lítið hægt að segja og bæta við það. Ég rauninni bara ít á play. Heyrumst frá Ólafsfirði næstu helgi. Þetta Sverrir Bergmann með frumsamilag frá Halldór Gunnari og við skulum enda á því. Borg Léttöl kynnir Albatross í Hlégarði.